Rekendur ferðaþjónustunnar, samtök ferðaþjónustunnar og markaðsstofa landshlutana kynna örþáttinn í stuttu máli. Ég heiti Bryndís Skarphéðinsdóttir og starfsmaður Hæfnisetursins og hjá mér í dag eru komnir þeir Gísli Níls Einarsson og hann framkvæmdastjóri öryggistjórnunar og hjá mér líka Reynir Guðjónsson. Hann öryggistjóri hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Velkomnir, báðir tveir. Takk fyrir. Takk fyrir. Og þið voru með mjög áhugaverð erindi á menntavorni sem var hjá okkur í maí. Og mér langaði að byrja því að spyrja Reyni, hvað öryggismenning og hvernig geta stjórnendur stuðla að öryggismenningu? Ja, við erum saman það að öryggi að koma auga á, greina og stýra hættum og áhættum. Þá öryggismenning, þá sjáum við það í öryggismenningunni. Þá öryggismenningin sú að þegar einhver fer að gera eitthvað verk, þá fer hann eða hún af stað í undirbúningnum að hugsa það, hvert verkið sem ég að fara að gera, hvaða niðurstöðu vil ég fá og hvað getur komið í veg fyrir þá niðurstöðu. Og í framhaldinu svo, hvað ætla ég svo að gera til þess að fá mína niðurstöðu en ekki frávikið. Sem sagt, koma auga á, greina og stýra hættum. Ef þetta öryggi, þá öryggismenningin sjáanleg þar sem þú ert að sjá fólk gera þetta. Síðan getur verið spurning það hversu mikið það þessu. Og það alltaf öryggismenning, hvort sem hún góð eða slæm. Og ef hún mjög góð, þá fólk að þessu bara í öllum þeim verkum sem það gengur til. Og við erum stundum að horfa á það við getum verið með menningu sem sumir oft að stýra áhættum. Svo getur verið menningu sem að flestir oftast að því. En það sem við stefnum að að vera með menningu sem öll alltaf að stýra áhættum. Og það væri þá góð öryggismenning. Og það sem stjórnendur getur gert til þess að stuðla að þessu að setja öryggismálin á dagskrá eins og önnur mál og gera þannig öryggismenningunni að bara sömu menningu og önnur menning í fyrirtækinu. Ef að menningin í fyrirtækinu svo að við undirbúum okkur rosalega vel, þá verður öryggismenningi þannig líka. Og að mínum mati þetta bara algjörlega samtvinnað. Ég sé það ekki fyrir mér einhvern veginn að þú geti verið með allt á hreinu nema öryggismálin. Þú ert ekki með öryggismálin á hreinu, ef þú ert ekki að koma auga á, greina og stýra áhættum í öryggi fyrir fólk, hvort sem það starfsfólk eða viðskiptavinir, þá ertu tæplega að því að í sambandi við fjármál eða skilvirkni eða innkaup. Þannig að ég myndi skora á alla stjórnendur að líta á það þannig að ef að ég að sinna öryggismálinu vel, þá ég sennilega að sinna öðrum málum einnig. Því í grunninn þetta gæðamál? Þetta bara gæðamál. Af því að í gæðamálum það bara þannig að þá ertu að koma auga á, greina og stýra hættum, snúa að vörunni eða þjónustunni sem þú ert að veita. Og í öryggismálum það bara koma auga á, greina og stýra hættum sem lúta að fólki. Í umhverfismálum það bara koma auga á, greina og stýra hættum sem lúta að umhverfinu. Þannig að þetta bara allt sama stöffið og öryggismenning bara eins og hver önnur menning. Tekur undir þetta, Gísli? Já, ég bara tek alveg hjartalega undir þetta. Þetta allt samtvinnað. Þetta gengur bara út á að stýra aðstæðum, stýra áhættunni, stýra gæðamálunum, stýra þjónustunni, stýra öryggi. Já, ég tek bara hjartalega undir þetta. Og þú komst aðeins inn á tækifæri og áskoranir í þínu erindi. Og hverjar virðast vera helstu áskoranir í öryggismálum í ferðaþjónustu? Ég held að kannski, þessi ofboðslegi vöxtur sem við höfum séð í ferðaþjónustunni síðustu ár, það þessi fjöldi ferðamanna sem hafi komið og fjöldi fyrirtæki í ferðaþjónustu sem hafi störf og til að taka á móti öllum þessum ferðamönnum, að ég held að það sé kannski helsta áskorun okkar að allir séu á sama plani í öryggismálunum, á sama standard. Og Reynir kom inn á áðan hvað stuðlar að öryggismenningu. Ég held að það þessi ákvörðun að gera öryggismál hluta af starfseminni. Ekki líta á eitthvað sem heitir rekstur og eitthvað annað sem heitir öryggi. Þetta samtvinnað. Leið og menn taka þetta sem
ákvörðun í ferðaþjónustunni, þá held ég að séu búin að stíga rosalega stórt skref í því að tækla stærstu áskorun ferðaþjónustunnar það að við séum hérna öruggt ferðamannaland til að koma heimsækja og við getum tekið þátt í dvalið á öruggu hóteli, verið á öruggum bílaleigubíl, farið í örugga afþreyingarþjónustu. Ég held að þetta sé stóra máli, bara taka ákvörðun að gera öryggismál hluta af starfseminni. Já, það tækifærið. Já, mikið rétt. Og hvernig getum við hvatt til opinna samskipta hjá starfsfólki atvik sem að koma upp svo það verði ekki einhver feimni til að tilkynna þó það sé ekki endilega slys heldur að allir séu svolítið með öryggisgleraugun á sér í vinnunni. Reynir, vilt þú svara þeirri spurningu? Það að líta á atvikin sem tækifæri og það er ekki bannað að gera mistök en það er bara bannað að læra ekki af þeim og ef við erum að skoða atvik þá þurfum við að horfa inn á við líka sem stjórnendur. Hvað er það í menningun okkar og hvað er það í ferlunum okkar sem að leyfir þessu að gerast? Að því sögðu að þá þurfum við líka að passa okkur að það þegar við erum að hugsa með svona að kom ekki sökinni á starfsfólki þá þurfum við líka að passa okkur því að vera ekki meðvirk gagnvart hegðun fólks Þannig ef það er ekki ferli, ef að ferli er nothæft og við erum búin að leggja áhersluna og síðan velur viðkomandi samt sem áður að gera eitthvað allt annað þá þarf að ræða það en það þarf ekki að verða andstækilegu við það þarf bara að ræða og benda á þetta er ekki það sem við vorum að leggja upp með þetta er það sem við lögðum upp með, þetta er það sem þú syndir hvað getum við gert til þess að komast hingað þannig ef við höfum þetta tvennt í huga þarf að segja að við ætlum að líta virkilega inn á við og sko fyrst og fremst okkur sjálf og okkar stjórnun og okkar ferli og hvernig við erum að koma því á framfæri, hvaða áherslu við erum að leggja á það og síðan einnig hvernig er svo starfsfólkið að vinna eftir því og þá held ég að við getum lært af atvikum þannig að vel fari. Ég tek undir það og ég held að það væri rosalega gott fyrir ferðaþjónustuna að koma einhvern svona vettvangi á koppinn þar sem að fyrirtækin geta hist eða fulltrúa fyrirtækjana eins og öryggisstjórar eða ábyrgðarmenn öryggismálana geti hist reglulega til að fara yfir atvik sem hafa átt sér í ferðaþjónustunni og til að læra af þeim. Að við lærum oft mest af þessum atvikum sem hafa orðið. Það er óbáslega mikilvægt eins og við heyrðum í dag frá Mountaineers að við vorum að heyra hvernig þeir lærðu af sinni ferð sem kannski fór ekki eins og skipulag hefði sagt til og ég veit að aðra atvinnugreinar eins og orkugeirinn og sjávarútvegurinn með svona það sem heitir öryggishópur þar sem að fulltrúar ákveðna fyrirtækja hittast einu sinni í mánuði eða annarkvæmt mánuð og það sem bara verið að fara yfir bara hvað þið að gera í öryggismálunum, hvað atvik það að lendi og hvað getum við lært saman af þessu. Ég held að sé mikil tækifæri þarna fyrir ferðaþjónustuna. Já, ekki bara innan hvers fyrirtækis heldur á opinberum vettvangi. Já, deila reynslunni. Það er mjög góð hugmynd. Kemur kannski núna ákall í kjölfar þessa samtals. Já, og svo kannski að þú varst að nefna þess með áskoranirnar það að þetta með tungumálin að það er alltaf rosalega fjölmenning í gangi í ferðaþjónustunni. Við erum með, þetta er keyrt mikið af erlendu vinnuafli, það sem að við erum með fólk sem tala mismunandi tungumál og mismunandi menningar heima og bara hvernig ætlum við að nálgast þetta fólk? Erum við búin að taka ákvörðun sem stjórnendur að það er enska í tungumálið eða er það íslenska? Erum við þá að þjálfa fólkið okkar í íslensku? Erum við með efnið okkar öryggisáætlun á ensku? Eða erum við bara að nota eitthvað nýsköpun og tækni eins og gervigreind eitthvað en við getum haft þetta á hvaða tungumálinn sem er. Þetta er svona, ég held að þetta sé einu stærstu áskorun mín að ferða svona hvernig valdefli við starfsfólkið okkar í öryggismálunum. Hvernig miðlum við þekkingun áfram, hvernig þjálfum við það og hvernig lærum við atvikum, að það er voru erfitt að læra atvikum með fólkinu eða það skilur ekki tungumálinn sem við erum að tala. Já. Virkilega. En eru þið með góð ráð til ferðaþjónustu fyrirtækja sem vilja leggja aukna áherslu á öryggismál? Það væri bara sömu ráð til allra. Það er að taka bara ákvörðun þetta og gera þetta að stjórnun eins og hverri annarri stjórnun. Og þegar við segjum
að öryggismálin okkur hjartans mál, þá hljótum við að sjá það í því hvernig við tölum, hvernig stjórnendur tala. Þannig að stjórnendur setja það þá á dagskrá, setja öryggismálin á dagskrá og tala öryggismálin á hverjum einasta degi. Jafn mikið önnur mikilvæg mál. Þannig að mitt ráð væri það að gera þetta svona, gera þetta bara eins og gera þetta hverja annar stjórnun og einnig að vera óþolinmóð árangur en þolinmóð í senn vegna þess að þetta langhlaup. Það láta ekki bugast, láta ekki degan síga þó að móti blási, læra af mistökunum, læra af reynslunni og byggja ofan á það, sjá alltaf tækifæri í áætlunum og þá held ég að þetta verði bara farsæl vegferð. Það er svona erfitt að bæta ykkur við þetta, hann eiginlega kemur inn á alla þætti sem að stjórnendur hafa í huganum, að kannski að bæta við þetta að öryggismál eru góðu business. Já, það er það. Já. Takk kærlega fyrir gott spjall, báðir tveir. Takk fyrir. Og við bendum á heimasíðuna hefni.is og þar eru komin 6 góð ráð til stjórnenda til að efla öryggismenningu. Endilega kíkja á það og við þökkum fyrir áhorfið.